Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar selja helgina neyðarkallinn. Þetta ein mikilvægasta fjáröflun félagsins ár hvert. Smári Sigurðsson, formaður Landsbjargar. Neyðarkallinn, þetta svona tvíbent, þið eru að selja neyðarkallinn en sendi líka út í raun og veru neyðarkall til þjóðarinnar. Já. Vegna þess að það liggur nú alveg fyrir að Ísland yrði nú tæplega á vetur setjandi án Slysavarnafélagsins Landsbjargar og þó að við vinnum allt okkar starfi sjálfboðavinnu þá þurfum við þetta fjármagn til þess að reka öll þessi tæki og tól og þá fjármuni sækjum við fyrst og fremst til almennings og fyrirtækja og almenningur í landinu hefur verið og stutt okkur dyggilega í gegnum tíðina. Við förum ekki oft fram en þegar við förum fram þá gerum við þetta í svona dálítið stóru og kraftmiklu átaki eins og við erum að gera núna með neyðarkallinn, þannig að við erum svona að kalla eftir stuðningi almennings og ég held að stuðningur almennings við okkur, hann jafn mikilvægur eins og stuðningur okkar við samfélagið. Þannig að þetta snýst í raun og veru við núna helgina. Já, nú erum við að leita eftir aðstoð og svo þess utan og helgin erum við reyndar alltaf til. Og forsetahjónin, þau leggja ykkur lið? Já, forsetinn hefur verið langar hríð verndari samtakanna og það gott að eiga Hauk í horni eins og þau hjónin. Þau komu með okkur í gær að hefja söluna og það var bara mjög gaman. Það að verða svona ástíðaskipti, veturinn að taka við. Einu sinni var þetta þannig að björgunarsveitir fóru nánast svona innan gæsalappa í sumarfrí, en það ekki þannig í dag. Nú það bara allan ársins hring sem starfsemi. Já, það bara orðið þannig og þetta alveg hárrétt. Það var bara svona sumarfrí og félagsstarfi hófst svo aftur á haustin. En þetta svolítið misjafnt á milli landshluta og svæða hversu mikið að gera við sumarið en þar sem ferðafólk og fjöldinn orðin miklu meiri, þá eru verkefnin orðin fleiri. Þannig að þetta orðið full starfsemi hjá flestum björgunarsveitum árið kring. Já. Það var bara hópslys fyrir skömmu þegar rúta rann út af veginum. Já. Og þetta höfum við nú bent á ansi lengi og það nú lengi verið talið að eldgos og Eimyrja væri nú ein helsta almannavarnavá sem að okkur steðjaði en ég segi að það sé alveg víðs fjarri. Náttúruna vöktum við mjög vel með hæfum og flinkum vísindamönnum og mælitækjum en þjóðvegur 1 þar sem að umferðin hefur margfaldast á síðustu bara 4 árum og litlar úrbætur orðið í vegakerfinu og þetta það sem við óttumst helst og ég held að þetta sé kannski svona ein mesta áhættan hérna kem ég heill heim, það umferðin og þjóðveg 1 og við erum konum með mjög marga nýja ökumenn, það að segja ökumenn sem hafa ekki verið að aka við þessar aðstæður áður. Við erum búin að fjölga hópferðabílum en við höfum ekkert gert í að bæta vegakerfi til að taka á móti þessum fjölda. Og þetta það sem við óttumst einna mest núna, það þessi hópslys og hvernig við erum tilbúin að taka við því. Og þetta slys sem varð daginn kannski var góð áminning. Það tókst mjög vel að leysa úr þessum aðstæðum vegna þess að þetta óhapp varð við bæjardyrnar í höfuðborginni þar sem að við erum með stærsta og mesta viðbragðið. Þetta var á Þingvallavegi, ekki? Á Þingvallavegi, þannig að þetta var eins góðar aðstæður í þessu vonda tilfelli sem að hægt var að hugsa sér. Þetta gekk vel og það gekk vel líka vegna þess að viðbragðsaðilar hafa verið duglegir að æfa sig. Og það má kannski þakka Isavia og almannavarnadeildir ríkislögreglustjóra fyrir að draga okkur alla viðbragðsaðila á æfingu eftir æfingu eftir æfingu til þess að undirbúa þessi viðbragð. En ef við fáum svona slys fjarri byggð, fjarri höfuðborginni, fjarri Akureyri þar sem viðbragð, að þá ganga hlutirnir ekki svona vel fyrir sig, ekki svona hratt, þeir ganga. Ef við förum bara austur í Skaftafellssýslu, þar sem mjög langt í alla þjónustu, alla bjargir, einn sjúkrabíll, einn læknir, ég nefni sem dæmi, og 100 kílómetrar í næsta viðbragð, það tæki ansi langan tíma að hlúa að og meðhöndla 20 sjúklinga. En þú í raun og veru að segja það að mesta náttúruváin það sé bara þjóðvegakerfið sem að í raun og veru í okkar höndum þjóðarinnar, hvernig útbúið? Ja, eða svona almannavarnar hættan sem steðjar að almenningi og öllum sem að landin þá bara, að mínu viti, þá þjóðvegur 1 með hæsta hlutfallið af, ef við getum mælt þessa hættu einhvern veginn.
Sko, þjóðvegur 1 hérna, sums staðar á landinu þar sem umferðin svo margfalt meiri heldur en þjóðvegakerfi býður upp á. Þegar við brúum yfir Sandana kringum 1974, þá hefur alveg örugglega vegurinn verið hannaður með áætlaða umferð sem þá var. Fjölda bænda í Skaftafellssýslu, Íslendingar sem fóru í útilegu í Skaftafelli í júlí og meiri umferð var ekkert að ræða. Og vegurinn verið hannaður samkvæmt vegstuðlum þá alveg örugglega. Það hefur ekkert gerst síðan þá var í þessu vegakerfi nema það komin tvöföld klæðning á veginn. Upphaflega var nú bara einbreið klæðning, nú hún orðin tvöföld, meiri kannski merkingar og vegstikur en annað hefur ekki breyst. En allir umferðin hafi ekki svona 1000-faldast síðan þá var. Þannig ég segi bara fullum fötum, já, þetta hæsti áhættustuðullinn, hann á þjóðvegi 1. En þegar þessi staðreynd rann upp fyrir þér, hvað sagður við sjálfa þig? Þetta raun og veru svakalegt sem þú ert að segja. Já, og þetta svolítið í okkar höndum, það að segja samfélagsins að taka á móti þessu og það hefur auðvitað margkomið fram að þetta var holskefla sem kom hérna yfir 2010, þetta ferðafólk sem hingað kom og við erum búin að átta okkur á aðstæðum en það hefur greinilega tekið mun lengri tíma að fylla í þessi skörð með þessa grunnþætti, löggæslu, sjúkralið, vegakerfi, heilsugæslu, það má víða taka til. En ég segi bara þjóðvegur 1, þetta staðista hættan þarna og það sem kannski rann upp fyrir okkur það hvernig ætlum við viðbragðsaðilar að bregðast við þegar að þessu kemur. Við þurfum auðvitað að vinna með þær aðstæður sem við höfum og við erum núna Slysvarnarfélagið Landsbjörg og Isavia sem hefur tekið þessi mál mjög alvarlega, það að segja þessi hópslys sem kunna að koma upp á, ekki bara í kringum flugið, heldur bara almennt. Hvað getum við gert til þess að standa betur á vígi? Það ekki Slysvarnarfélagsins Landsbjargar að hafa áhrif á vegakerfið annað en að hvetja til að bæta það og við höfum verið óþreytandi að benda á það. En að koma okkur upp búnaði á svona stöðum eins og í Skaftafelli, Mývatnsöræfum og þeim stöðum þar sem fámenni, að koma upp búnaði sem hægt að grípa til að hlúa að fólki og veita því skjól þangað til að frekari aðstoð berst. Og það svona markmið okkar, félagsins og Isavia að koma upp svona á næstu misserum, svona hópslysa viðbúnaði sem hægt að grípa til ef í nauðirnar rekur. Það hafa orðið breytingar greinilega á ykkar starfsemi á undanförnum árum ýmissa hluta vegna. Það þýðir væntanlega að þið þurfið að fá, það þarf að fjölga í sveitunum og það þarf að uppfæra tækjabúnað. Já, það þarf að gera það, en það svolítið erfitt fyrir okkur kannski í fámenninu að fjölga í sveitunum. Þetta lífstíll hjá mér, ég bý hérna á Mölinu, það lífstíll að velja það að vera í björgunarsveit og það hefur ekki verið neitt hörgull á nýju fólki í þéttbýlinu. En þegar kemur í hérna dreifðu byggðir eins og svona, Öræfasveitinni eða Mývatnssveit eða annað, þá kannski ekkert mörgum til að taka. Og við reynum að hlúa að okkar fólki sem þar vegna þess að það situr eiginlega uppi með keysið ef það verður. Það vill enginn horfa á slys og gera ekkert í málinu. Það betra að vera í þessu skipulagi með okkur og hafa búnað og bakland og reyna að hlúa því en það mjög erfitt að fjölga þarna í okkar sveitum. Það nú kannski eitthvað sem við ráðum ekki við en allavega hlúa því sem fyrir En helgin hjá þér, hún fer væntanlega í að einhverju leyti að selja neyðarkallinn. Já, okkar fólk bara all land og við höfum reynt að parkera okkur við helstu verslunarmiðstöðvar allt í kringum landið og stöndum vaktina alveg fram á sunnudag og þetta fór mjög vel á stað í gær og eins og við nefndum áðan að forsetahjónin lögðu af stað með okkur og það var mikið stemming og gekk bara vel í gær og móttökur almennings hafa alltaf verið góðar þegar við höfum lagt af stað í svona sölu. En þetta ein mikilvægasta fjáröflun ykkar kannski fyrir utan flugvaldana eða hvað? Þessi kannski bara stærri? Nei, hún ekki stærri en hún mjög mikilvæg og eins og ég nefni kannski í þéttbýlinu þar sem eru fleiri sem búa þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Og við erum að selja bara ágætlega en nei, þetta dugar ekki til. Þetta bara ein af mörgum en mjög mikilvæg og þetta ein af þessum skemmtilegu.
ein af þessum skemmtilegu og hafð þú bara góða helgi og gangi ykkur vel í björgunarsveitunum allt land og þið hafið sendt út neyðarkall sem að landsmenn vonandi taka vel á móti en þá þessi þáttur á enda, föstudags þáttur N4. Þakka ykkur fyrir að fylgjast með og við sjáumst aftur sem fyrst.